Þá tekin fyrir til atkvæða D-liður tillögunnar, það málshöfðun gegn Björgvini Guðna Sigurðssyni. Beðið nafnakall. Óskað eftir nafnakalli. Jú, það áður en atkvæðagreiðslan hefst. Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, þegar við greiðum nú atkvæði það hvort ákæra beri fyrrverandi viðskiptaráðherra liggur fyrir að forsætisráðherra fyrrverandi mun þurfa að svara til saka fyrir landsdómi vegna ákæruatriða sem að stórum hluta voru á valdsviði og á ábyrgð fyrrverandi viðskiptaráðherra. Þar sem svona komið órökrétt að viðskiptaráðherra þurfi ekki jafnframt forsætisráðherranum fyrrverandi að svara til saka í þeim réttarhöldum sem framundan eru. En eins og góður maður sagði, Árni Grétar Finnsson, þá þarf magnað þor til að vera sannur maður, meta sinn vilja fremar en fjöldan stafur, fylgja í verki sannfæringu sinni, sigurviss þótt freistingarnar kynni. Réttlætinu verður ekki frekar fullnægt í þessu máli með enn frekara óréttlæti en orðið Þess vegna hið eina rétta í málefni fyrrverandi viðskiptaráðherra að segja nei við ákæru á hendur honum. Óskað var eftir nafnakalli og upp kom talan 31. Það Kristján Þór Júlíusson. Þingmaðurinn segir nei. Kristján Möller. Þingmaðurinn segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Lilja Mósesdóttir. Þingmaðurinn segir já. Magnús Orri Schram. Þingmaðurinn segir nei. Margrét Tryggvadóttir. Þingmaðurinn segir já. Mörður Árnason. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, meirihluti Alþingis hefur ákveðið að kæra ekki fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi fjármálaráðherra. Við þær aðstæður út í hött, mínu viti, að kæra fyrrverandi viðskiptaráðherra. Ég greiði ekki atkvæði í þessari atkvæði. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Oddný G. Harðardóttir. Þingmaðurinn segir nei. Ólína Þorvarðardóttir. Þingmaðurinn segir já. Ólöf Nordal. Þingmaðurinn segir nei. Pétur H. Blöndal. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, við ræðum hér tillögu til ákæru á hendur háttvirtum fyrrverandi viðskiptaráðherra Björgvini G. Sigurðssyni. Hann fellur undir sömu óréttlætu saksóknina og réttarhöldin eins og við gátum áðan. Þetta eru pólitísk réttarhöld og mannréttindi eru brotin. Hann hefur ekki fengið stöðu sakaðs manns. Hann hefur ekki fengið að hafa verjendur og það hefur ekki verið rannsakað, en það búið ákæra. Þessi ákæra að mínu mati alveg út í hött og trúr minni sannfæringu þá ég jafn mikið á móti því að ákæra Björgvin G. Sigurðsson eins og aðra þá ráðherra sem hér hafa verið umræðu og ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Ragnheiður E. Árnadóttir. Þingmaðurinn segir nei. Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Róbert Marshall. Þingmaðurinn segir nei. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingmaðurinn segir nei. Sigmundur Ernir Rúnarsson. Þingmaðurinn segir nei. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Þingmaðurinn segir já. Sigurður Ingi Jóhannsson. Þingmaðurinn segir já.
Sif Friðleifsdóttir, þingmaðurinn segir já. Skúli Helgason, þingmaðurinn segir nei. Steingrímur J. Sigfússon, þingmaðurinn segir já. Svandís Svavarsdóttir, þingmaðurinn segir já. Tryggvi Þór Herbertsson, þingmaðurinn segir nei. Unnur Brá Konráðsdóttir, þingmaðurinn segir nei. Valgerður Bjarnadóttir, þingmaðurinn segir nei. Vigdís Hauksdóttir, þingmaðurinn segir já. Þorgerður K. Gunnarsdóttir, þingmaðurinn segir nei. Þór Saari, þingmaðurinn segir já. Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingmaðurinn segir nei. Þráinn Bertelsson, þingmaðurinn segir já. Þuríður Backman, þingmaðurinn segir já. Ögmundur Jónasson, þingmaðurinn segir já. Össur Skarphéðinsson, þingmaðurinn segir nei. Atli Gíslason, þingmaðurinn segir já. Álfheiður Ingadóttir, þingmaðurinn segir já. Árni Páll Árnason, þingmaðurinn segir nei. Árni Johnsen, þingmaðurinn segir nei. Árni Þór Sigurðsson, þingmaðurinn segir já. Ásbjörn Óttarsson, þingmaðurinn segir nei. Ásmundur Einar Daðason, þingmaðurinn segir já. Birgir Ármannsson, þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstvirtur forseti, ég hlustaði á atkvæðaskýringu Marðar Árnasonar hér áðan og hugsaði með mér þegar ég hlustaði á þetta að með þessum rökum mætti eiginlega krefjast atkvæðagreiðslu aftur hæstvirtan fyrrverandi forsætisráðherra. En það sem hefur hins vegar gerst, finnst mér, í þessari atkvæðagreiðslu í dag að því marki sem hún komin, auðvitað það að hið pólitíska eðli þessa máls hefur afhjúpast. Það hefur afhjúpast hér í dag í þessari atkvæðagreiðslu. Hér að ræða pólitíska aðför og þannig verður eftirskrift þessa dags í þingsögunni pólitísk aðför. Það reynt að færa pólitískt uppgjör í gervi refsimáls, í klæði og búning refsimáls og með þessu eru mörkuð söguleg skil í störfum þingsins, óæskileg skil, því segi ég nei. Þingmaðurinn segir nei. Birgitta Jónsdóttir, þingmaðurinn segir já. Birkir Jón Jónsson, þingmaðurinn segir já. Bjarni Benediktsson, þingmaðurinn segir nei. Anna Margrét Guðjónsdóttir, þingmaðurinn segir nei. Björn Valur Gíslason, þingmaðurinn segir já. Einar K. Guðfinnsson, þingmaðurinn segir nei. Eygló Harðardóttir, þingmaðurinn segir já. Guðbjartur Hannesson, þingmaðurinn segir nei. Margrét Pétursdóttir, þingmaðurinn segir já. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaðurinn segir nei. Guðmundur Steingrímsson, þingmaðurinn segir nei. Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaðurinn segir nei. Helgi Hjörvar, þingmaðurinn segir nei. Huld Aðalbjarnardóttir, þingmaðurinn segir já. Sigurður Kári Kristjánsson, þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, þessi atkvæðagreiðsla virðist vera fara eins og sumir óttuðust, en enginn þorfi að trúa í rauninni að gæti gerst. Að þingheimur ætlaði sér að láta fyrrverandi hæstvirtan forsætisráðherra Geir H. Haarde sitja einan uppi með ákæru yfir höfði sér vegna efnahagshrunsins. Og við sem höfum fylgst með þessari atkvæðagreiðslu, við höfum horft upp á suma háttvirta þingmenn Samfylkingarinnar greiða atkvæði eftir flokks pólitískum skírteinum en ekki eftir efnislegum ástæðum. Það er auðvitað freistandi, myndu margir hugsa, að vilja taka þátt í þeim pólitíska leik. En það er okkur ekki heimilt að gera það sem förum með ákæruvald yfir þessu fólki, að draga fólk fyrir dóm, fyrir það í hvaða stjórnmálaflokki þeir standa,
ég mun ekki gera það gagnvart Björgvini G. Sigurðssyni, jafnvel þó svo að hann sé ekki flokksbróðir minn, vegna þess að hann á það ekki skilið, ekki frekar en þeir einstaklingar sem við höfum verið að greiða atkvæði hér í dag. Ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Jóhanna Sigurðardóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Jón Bjarnason. Já. Þingmaðurinn segir já. Víðir Smári Petersen. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Jónína Rós Guðmundsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Katrín Jakobsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Katrín Júlíusdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Ásta R. Jóhannesdóttir segir nei. D-liður tillögunnar er felldur með 27 sem segja já og 35 sem segja nei. Einn greiðir ekki atkvæði.